Vigrar eru færsla úr einum punkti yfir í annan. Stundum táknað svona A, lína úr punktinum A yfir í punktin B. Vigri hefur ákveðna lengd og ákveðna stefnu. En það er þetta að reikna þetta. Við höfum ákveðna formúlu sem er delta af x, delta x að delta y, delta því er í raun mismunur. Og þetta er í raun punktur 2. Þannig að þetta er x2, y2, x1, y1, svona. Svo setjum ég bara inn bítisviga, x2 er 5, mínus x1 sem er 1, y2 er 5, mínus 1. Og ég fæ hérna vigran 4 og 4. Ég get skoðað þetta í hnitakerfinu. 1,1 er hér, 5,5, 1, 2, 3, 4, 5 er hér, 1, 2, 3, 4, 5 er það bil hér. Þetta er vigrinn minn og hann er að fara 1, 2, 3, 4 til hægri, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 upp. Þannig að þetta passar. Þarf ekkert alltaf að tekna þetta, en það getur hjálpað mér að tekna til þess að sjá hvort ég sé að gera rétt. Sama hér, þetta er x, y, 1, 1, 2, 2. Getur verið þægilegt að skrifa þetta. Skráum þetta inn og ég byrja x2 mínus x1 mínus, ég þarf að passa mig hérna kemur mínustala. Svo ger ég y-in 4 mínus 0, 3 mínus mínus verður pluss, þetta er 5 og 4 mínus 0 eru 4. Ég ætla ekki að tegna þennan, þið getið séð að þetta virkar alveg. Sama hér, hvernig tegnum við þetta? Til að setja kannski saman sem verki hérna. Mínus 4, sem sagt x, y, 1, 1, 2, 2, mínus 4, mínus 2, mínus 2, mínus 3. Hérna fæ ég vigra sem að er mínus 6, mínus 5. Og ef ég fer úr 2,3 sem er hér og í mínus 4, mínus 2 sem er hér, þá er ég að fara til vinstri og niður, þess vegna eru báðar tölurnar í mínus. Því að plústala hér þýðir til hægri, plústala hér þýðir upp, mínustala hér þýðir til vinstri, mínustala hér þýðir niður. Þannig að þessi vigri hér er að fara niður í þessa lengd hér og er að fara í þessa stefnu. Þannig að vigrar eru skráðir svona, við getum reiknað og við höfum báða punktana, þá er auðvelt að reikna það út frá þessari formúlu hér.